Til að taka saman umræðuna sem hér hafa farið fram. Gjör svo vel, Íris Lind. Kæra þakkir og takk fyrir allar athugasemdirnar og breytingatillögurnar sem okkur hafa verið að berast hérna á fundinum. Ég ætla nú bara svona snert á nokkrum hlutum. Ég ætla fyrst að bregðast við spurningu Péturs það af hverju við setjum inn afmörkun á þessari óskrifuðu meginreglu það framsal ríkisvalds á grundvelli stjórnarskrárinnar sé heimilt eins og staðan í dag. Þá það sett fram til þess að varpa ljósi á það af hverju nefndin velur það að setja inn ákvæði framsal ríkisvalds í stjórnarskrá og til þess að svona varpa ljósi á það að við erum ekki að opna hér á ESB aðild. Við erum að varpa ljósi á stöðuna eins og hún og reyna að skýra það og afmarka nánar hvernig með svona þætti skuli farið og þá einmitt sérstaklega hvað varðar málsmeðferðina. Eins og staðan í dag þá í gildi, auðvitað það umdeilt meðal sumra en það hefur verið notað til stuðningsframsals á íslensku ríkisvaldi hingað til á vettvangi EES, á vettvangi Schengen og í annara þátta síðan þá. Og hún felur ekki í sér neina sérstaka málsmeðferðarreglu eða neina reglu það að þjóðin geti haft aðkomu að slíkri ákvarðanatöku. Og það það sem við erum að leitast við að reyna að gera og við erum líka að leitast við að reyna að festa hana niður þannig að hún haldi ekki áfram að þróast út í hið óendanlega. Og þannig að hún sé bara fest og það nú bara þannig að stjórnskipunarvenjur eru ígildi grundvallalaga og stjórnskipunarvenja verður almennt ekki afnumin nema með stjórnarskrárbreytingu. Þannig að ef við ætlum ekki að gera neitt og setja enga reglu framsal ríkisvalds og mörk þess, þá verður óskrifaða reglan áfram í gildi og mörk hennar óljós og hvenær þau enda og hvar og hverjir hafa aðkomu ákvarðanatökunni verður bara áfram óljóst. Það ástæðan fyrir því og þetta svona til að setja fram ætlast til að við erum að reyna að leitast við því að bregðast við ásökunum það að við séum að opna á eitt eða annað. Ég ætla, kannski bara nefna, það náttúrulega tvær stjórnskipunarvenjur eða reglur í gildi í dag sem eru mjög mikilvægar og það notað sem dæmi svona stjórnskipunarreglur sem eru byggðar á venju og verður ekki breytt nema með stjórnarskrárbreytingum og það til dæmis þingræðisreglan og það til dæmis það að dómstólar úrskurði stjórnskipulegt gildi laga. Það svona vegamestu reglurnar sem að flestum eru kunnar. Varðandi, Gísli nefndi hérna ákvarðanataka afturköllun á framseldu ríkisvaldi. Nú það þannig að nú eru sambærileg ákvæði til í stjórnarskrám Norðurlandana til dæmis og þar eru mjög skiptar skoðanir það hvaða ferli skuli gilda ákvarðanatöku, hvort að sama ferli þar sem aukinn meiri hluti þings og þjóðar taki afstöðu til ákvörðunar, hvort að sama regla gilda eða hvort að einfaldur meiri hluti þings geti tekið slíka ákvörðun. Það eru skiptar skoðanir, það ýmis sjónarmið með eða á móti og þetta kannski eitthvað sem við getum skoða nánar, við getum hugsanlega setta inn í greinargerð eða mönnum þykir þetta óljóst að setja það inn í ákvæði, það þarf að skoða það. Eins og Pétur kom inn á og Ari snerti líka á og fleiri varðandi ákvarðanatöku framsal ríkisvalds, þá nefndi ég það sérstaklega hérna á fundinum daginn að þetta væri atriði sem við værum ekki búin að útræða í nefndinni og það helgaðist einkum af því að við vorum ekki búin að ræða það hvernig við ætluðum að leggja til að stjórnarskrárbreytingum yrði háttað. Þessi tillaga var því sett fram með fyrirvara og þannig að það væri öllum ljóst að við værum ekki að binda okkur endanlega við það sem við settum þarna fram heldur að það stæði opið hugsanlega yrði þarna kveðið á aukinn meirihluta. Þannig að það gildir ennþá og við erum rétt núna bara að móta hugsanlega fyrstu tillögur okkar það hvernig skuli fara með stjórnarskrárbreytingar og það rétt að því verði haldið til haga í tengslum við utanríkismálakaflann og framsal á ríkisvaldi. Ég þakka fyrir
breytingatillöguna við 3. grein hvað varðar sem sagt frá Katrín og Líð. Mér þykja bara mjög góðar og skýra þetta betur. Að öðru leyti held ég sé ekki, ég var nú búin að ripa hérna niður ýmis atriði sem kannski þarnast einhverja viðbragða. Má ég sjá. Nei, ég held að ég hafi svona snert á því helsta að öðru leyti hafa aðri nefndamenn eða aðrir í salnum brugðist við, þannig að ég þakka bara kærlega fyrir og við tökum þetta og skoðum þetta svo nánar í kjölfarið á deginum í dag. Höldum áfram eins og með allt sem við erum að samþykkja inn í áfangaskjal. Það er ekkit endanlegt og allt heldur áfram að í vinnslu hjá okkur. Takk.